Málörvun leikskólabarna. Nú ætlum við að tala aðeins það. Og fyrst gott að tala aðeins börn með málþroskafrávik. Af því að ef börn eru með einhver frávik í málþroska, þá þurfa þau sérstakan stuðning og þau þurfa að heyra meira af mæltu og rituðu máli. Það þarf að lesa meira fyrir þau og tala meira við þau. Þau tileinka sér ekki endilega málið á dæmigerðan hátt og þau geta sýnt erfiða hegðun. Stundum eru það krakkar sem að láta lítið á sig bera, eru svona passív og gera ekki neina kröfur, þannig það er rosalega mikilvægt að vera vakandi fyrir þessu. Af því þetta eru börn sem geta auðveldlega að fara fram hjá fólki, af því þú sérð ekki málþroskafrávik utan á. Og það er ágætt að hafa það í huga að vera ekki kannski að einblína á að fá barnið til að tala. Af því þegar barnið er að tala til þess að þóknast þér, þá er ekki eiginlega boðskipt að ræða. Þú vilt fá þetta, búa til þetta samtala, en barnið vilji tjá sig. Það er svolítið þessi áskorun að skapa umhverfi þar sem að barnið, þannig að maður hvetji barnið til að eiga boðskipti eigin hvötum, þetta frumkvæði sem við erum alltaf að vinna með. Af því barn sem er pressað til að tala, það tala minna, þú ert með bók og þú ert að sýna myndir og þú ert alltaf að spyrja hvað er þetta, segðu þetta, þá er ekki líklegt að barnið sé að fara að segja það. Það er ekki skemmtilega boðskipti. Og tal er ekki það sama og boðskipti. Boðskipti er þetta fram og tilbaka, þessi samtöl. Og hérna eru nokkrir punktar svona samskipti. Það er gott að hafa það í huga að taka þátt í athöfnum með leikbarnsins, vera með og svona reyna halda samskiptunum gangandi og hægja svolítið á sér og gefa barninu tækifæri til að eiga boðskipti. Það er oft gott að bíða, maður verður að vera þolinmóður og það getur verið ótrúlega erfitt. Gott að hafa það í huga að reyna að láta barni leiða boðskiptin. Ef barni kemur til ykkur og segir eitthvað, þá nota það og það er eitthvað sem barni hefur áhuga á og vill tala um. Gefa lýsandi hrós sem vísa nákvæmlega til þess sem barni gerði eða sagði. Veita barninu athygli, vera augliti til auglitis eins og hún er þarna á myndinni, þetta er mjög fínt. Og það er svolítið áhugavert að samræður við barn er það sem skiptir mestu máli og það er mikilvægara heldur til dæmis hversu mörg orð barnið þitt heyrir. Og þarna er átt við að þú talar, barnið talar og þið talið til skiptis eins og í venjulegum samræðum. En ný rannsókn sýnir meiri virkni í málstöðvum heilans og betri málkunnáttu hjá börnum sem hafa fengið góðar og miklar samræður við fullorðna. En rannsóknin var gerð af 4 til 6 ára börn. Og svo er líka mikilvægt að hafa því að nota svolítið fjölbreytt orð. Maður þarf að hugsa hans út í það. Það er til dæmis að nota orði við tilfinningar. Það er þá orð eins og leiður, glaður, reiður, dapur, eitthvað. Staðsetningarhugtök, upp á, undir, fyrir framan. Svo er þessi orð sem tjá eignarhald, minn, þinn, okkar. Félagsleg orð, góðan daginn, takk fyrir, þetta er ofta erfitt fyrir þau, bless, kveðja og svona. Svo er náttúrulega nöfn á fólki og svo er það svona lýsandi orð eins og stór, lítill, heitur, mjúkur. Svo er það orð yfir athafnir, hoppa, hlaupa, detta til dæmis. Svo er þessi spurnarorð, hver, hvað, hvernig, hvers vegna. Þetta það var svolítið fjölbreytt orð sem við erum að vinna með og nota. Svo finnst mér þetta svolítið áhugavert hérna að það var hérna einn rannsókn sem að sýndi það að börn með málþroskafrávik þurfa að heyra orð 36 sinnum til þess að læra þau. Og þetta var sérst rannsókn sem var gerð á leikskólabörnum með málþroskaraskanir. Mér finnst það mjög merkilegt og ótrúlega sem þau þurfa að heyra orðin oft. Þannig að það er svona gott að hafa þau í huga. Það er ekkert nóg að segja það einu sinni eða tvisvar. Þau þurfa alveg maður þarf að gera ráð fyrir að taka svolítinn tíma að læra orðin. Og svo eru þessar aðferðir sem kallast sjálftal og samhliðatal. Þetta eru aðferðir sem að rannsóknir hafa sýnt að skila árangri í málörvun barna og það er í rauninni góða fréttir. Þetta er frekar einfalt. Sjálftal er í rauninni bara að þú ert að lýsa því sem þú gerir. Þú bara segir það sem þú ert að borða eða snerta eða það sem þú sérð og bara fylgist svolítið með því að barnið sé áhugasamt. Ég er að smyrja brauðið, nú ætla ég að hella mjólk í glasið. Þetta má bara setja því spór íþróttafréttamanns að lýsa fótboltaleik til dæmis. Svo er þetta samhliðatal, þar sem þú ert að lýsa því sem barnið gerir, borðar eða sér til dæmis.
Þessi aðferð svolítið svona barnamiðuð og mikilvægt að fylgja áhuga á frumkvæði barnsins. Þú ert með kubburinn er fjólubláður, vá, ertu búin að byggja turn. Þetta eru hvort tveggja árangursríkar aðferðir sem mjög auðvelt að fletta inn í allt daglegt starf leikskóla. Það þarf eiginlega bara mun eftir að nota þetta. Það geta allir gert þetta mjög auðveldlega, en þetta bara svolítið svona, mann finnst að pínu skrítið fyrst að vera að lýsa allir sem maður gerir svona, en þetta ekkert flókið. Sumum finnst þetta einmitt skrítið, en við þurfum öll að leggja okkur fram þetta, gera þetta meira. Og svo þessar árangursríku samskiptaaðferðir, það að lengja og útvíkka mál barnsins með því að endurtaka það sem barnið segir og bæta við einu eða fleiri orðum. Ef barnið segir kannski, ég vil fara í rauðurskóna, þá getur þú sagt, ætlar að fara í rauðurskóna sem við keyptum daginn í H&M eða eitthvað svona. Eða ef barnið komið mjög stutt og segir kannski bara voffi í húsi, þá segir þú, já, hundurinn í húsinu. Þannig við erum bara svona óbeint að endurtaka og leiðrétta. Og svo ef barnið segir eitthvað vitlaust, hann ætlur út að leika, þá getur þú sagt bara, ætlar hann út að leika? Þannig að þú ert að leiðrétta, en samt ekki að setja eitthvað út á barnið. Og svo það aðeins spurningar í samskiptum, þær eru svolítið svona meðfarnar, en þær eru samt gríðarlega mikilvægar. Þær eru mikilvægur hluti af samskiptum. Og maður þarf svolítið að hafa það bara í huga, þú veist, hvar barnið statt í málþroska þegar maður að velja sér hvernig spurningar maður notar. Það til dæmis þessar valmöguleika spurningar. Viltu mjólk eða viltu safa? Og þá það bara barnið svara bara hvort það vill. Og svo náttúrulega já eða nei spurningar. Þær eru mjög auðveldar og gott að nota með litlum börnum og þá upplifa þau svolítið að þau stjórni. Þetta svona auðveldasta spurningaformið. Og líka góð aðferð til að eiga samskipti við börn sem ekkert farin að tala. Það eru já og nei spurningarnar. Fyrst læra þau bara hrista hausinn og kinka kolli. Svo læra þau orðin já og nei. Svo þessar HVF spurningar, hvað, hver, hvar, hvenar, hvernig og af hverju, sem eru líka misflóknar. Það getur verið mjög flókið að svara hvenar eitthvað gerist eða hvernig eitthvað gerist, en það kannski auðvelt að segja hvar eitthvað er. Spurningar geta dregið úr samskiptum. Og það ef að spurningar eru notaðar til að setja pressu á barnið, þá ertu svolítið að stöðva samskipti. Ef þú ert að spurja rosalega mikið af spurningum og gefur kannski barninu ekki tíma til að svara, eða ef þú ert svolítið að prófa þekkingu, eins og ég var að tala um hana, ef þú ert með bók og ert að spurja, hvað segir þetta, hvað segir kindin, hvað segir hesturinn, þetta er óbúslega leiðilegt, þú mútir ekki nenna einhver væri að spurja þau svona út úr, þannig að við þurfum svolítið að setja okkur þeirra spor, þetta er ekki skemmtilegt. Frekar að segja bara, hesturinn segir eða segja, hesturinn segir, taka svona pásu, vona barnið svari, eða gera það ekki, þá segir þið bara. Ekki vera að prófa þau svona. Það er líka vont ef að spurningar eru of erfiðar, þá finnst barninu ekki gaman að svara þeim. Eða barnið hefur bara engan áhuga á þeim. Og svo þarna dæmi á glærunni spurningu sem svara sér svolítið sjálfar, eins og hún segir hérna, svo þú varst að leika í kubbann, var það ekki? Þú veist, það spurja svona. Barnið segir bara, jú, en þú gætir spurt kannski, hvað ertu að gera? Og þá myndi barnið segja, hvað gerðirðu? Auða höll, leika kalla og þeir fóru í ferðalag. Þú ert svolítið að missa tækifæri þarna. Þetta er svona dæmi þarna. Og svo alls konar svona aðstæður sem geta hvatt barn til að tala. Þetta er bara svona hugmyndir, það sem ertu að gera með börnum sem tala mjög lítið og þarf að efla svolítið frumkvæði hjá. Þá til dæmis hægt að taka, ef þú ert í leik, þá ert að taka batteri úr leikfangi sem þú veist að barninu finnst skemmtileg. Það hægt að byrja að leika sem er leikfang sem barnið vill fá, þannig að þú ert bara svona og svo betur að barnið gefið einhvern veginn til kynna að það vilji fá. Það hægt að gefa barninu hans hluta af því sem þarf til að leika, vantar eitthvað, eða gefa þeim eitthvað vitlaust, það getur verið skemmtilegt. Það líka hægt að gera eitthvað skemmtilegt eins og róla eða ærslast og hætta skyndilega og þá ertu svona svolítið að vona að barnið biðji meira. Það þetta rétta barninu ílát sem það vil opna en getur það ekki, þannig að barnið þurfa að biðja þig að hjálpa sér. Í matatímanum hægt að borða mat sem barninu þykir góður fyrir framan barnið, svona pínu illa gert kannski, en að biðja barnið, þá er það að fá barnið til að biðja Það að gefa lítið að bitum og þannig að barnið þurfa alltaf að biðja fleiri. Það að gefa barninu mat sem það borðar ekki, sem þú veist að borðar ekki og það segir bara nei eða eitthvað. Og svo í umhverfinu, þá hægt að setja eitthvað dót utan seilingar, eitthvað svo þú veist, barnið elskar kannski eitthvað krókódíl og setur hann eitthvað upp á skát, þess að barnið sér það.
Þannig barnið kannski reynir að teygja sig, þú veist bara, hvað viltu, hvað viltu? Og svona reynir að gefa barninu tækifæri til að, segja það sem það vill. Það er hægt að gleyma einhverju eða ruglast, svo barnið þurfa að leiðrétta, búa til hindranir, setja eitthvað í veginn þannig að barnið komist ekki framhjá. Þannig að svona alls konar vera pínu pirrandi, kannski. Svo langar mig að fjalla aðeins um söng og málþroska. Söngur með börnum er náttúrulega stór hluti af leikskólastarfi og það er yfirleitt alltaf söngstund eða eitthvað svoleiðis í leikskólum. Og það er náttúrulega bara frábært af því að söngurinn ýtir undir svo margt. Hann ýtir undir hljóðkerfisvitund sem er talað um í öðru erindi, hljóðgreiningu og orðaforða, og í söngstund þurfa börn að nýta sér alls kyns hluti sem skipta máli fyrir málþroska. Það er taktur sem hjálpa mjög mikið, látbragð, þau eru að gera alls konar tákn og eitthvað skemmtilegt sem er oft í lögum. Þau eru að herma eftir, þau eru náttúrulega herma eftir textanum og látbragðinu og það er alls konar tákn og svo er náttúrulega mikið endurtekningar. Þannig að söngurinn getur hjálpað börnum ótrúlega mikið sem er erfitt með að tala. Og ekkert verið að hafa áhyggjur af sönghæfileikum ykkar. Það er, börnin er ekkert að spá í hvort þau eru eitthvað fölsk. Þau bara smitast frekar af gleði og áhuga ykkar, hvort ykkur finnst þetta skemmtilegt eða hvort þið eru bara eitthvað fíblast og þeim finnst það skemmtilegt. Það er mikilvægt að syngja hægt og skýrt, nota handarhefingar, tákn og svipbrigði, það hjálpar mikið og ýtir undir eftirhermu. En eftirherman er svo stór hluti af börn þurfa að ná þessari eftirhermu þannig að þau geti byrjað að tala. Og það er allt í lagi að bulla og breyta textum inn á milli. Það vekur bara kátínu og eflir hlustun. Svo bara muna að bíða stundum til að gefa þeim tækifæri til að klára. 5 litlir apar sátu upp í tré, þeir voru að stríða. Og þá vonum þið segja krakkarnir krókódíl. En þetta getur verið sniðugt til að fá þau til að taka þátt. Svo er náttúrulega hægt að búa til alls konar rútínur í daglegu starfi. Handþvott, að klæða sig, það er að búa til lögum þetta alls saman. Það getur verið skemmtilegt. Svo langar maður að tala um lestur, af hverju við verum að lesa fyrir börnin. En það er bara þannig að börn sem er lesið fyrir á leikskólaaldri, þau sýna betri námsárangur síðar meir og þau standa sig bara betur þegar þau eru komin á hærri skólastig. Það er bara, það er ekkert vafamál. Og börn sem er lesið fyrir eru líklegri til að biðja um útskýringu á orðum, sem er svolítið lykillinn að því að læra orð. Það er að þau sé að spurja hvað eitthvað þýðir. Bókalestur getur elt rökhugsun og minni og aðstoða börnin við að takast á við erfiðar aðstæður, til dæmis eins og bínubækurnar geta hjálpað mjög mikið ef barnið er erfitt með hegðun eða eitthvað svoleiðis. Og svo náttúrulega er það að æfa sig í úthaldi, athygli og sjálfsæga þegar þau sitja og hlusta á bók. Svo aðeins meira um lestur. Það er gott að taka pásur þegar maður les og kannski fá barnið til að segja þér söguna með eigin orðum. Svo er gott að fá börnin til að segja eða leika söguna með leikmunum, svona sögupokar eru mjög skemmtilegir eða loðtöflusögur, eins og eru víða til í leikskólum. Það er alls konar til í leikskólum skemmtilegt til að segja sögur. Það er nú þess með dót og bánsa og eitthvað með. Og ef þú tekur pásur þegar þú lest, þá er það svolítið að gefa barninu tækifæri til að hugsa og tjá sig um söguna og eflir málskilning og máltjáningu, þannig að maður má ekki lesa of hratt. Það er gott að leggja áherslu á orðaforða og útskýra flókin orð og svo er náttúrulega líka gaman að tala um bækur í daglegu spjalli. Ég tók hérna dæmi um Alanal og tungli sem er mikil uppáhaldsbók hjá mér, ég veit ekki hvort þetta ekki hana. Þá til dæmis er mikið talað um tunglið, hvort það sé fullt eða hvort það sé hálft og ef tunglið er fullt þá er búið að borða mikið graut og eitthvað svona. Þetta getur verið skemmtilegt að fletta bækur inn í daglegt líf. Tala um mikilvæg hluta sögunar, persónurnar, sögusviðið, vandamálin sem komu upp í bókinni. Hvað myndir þú gera í þessum aðstæðum? Hvað heldur að gerist næst? Nota orðalag eins og ég er að hugsa hvað gæti svíni gert til að koma úlfinum í burtu. Það ertu ekkert að spurja barnið beint. Það ertu svolítið bara svona að gefa þeim einhverja hugmynd og vonandi segja barnið eitthvað. Ég held að Og það er allt í lagi líka að sleppa setningum og stytta bækur. Það þarf ekkert að lesa allt sem stendur. Maður þarf bara svolítið aðlaga þetta að þeirra ferli. Stundum eru skemmtilega myndir í allt og þungum bókum og það er bara allt í lagi. Það bara breytir maður. Maður ekkert að stressa svo mikið á þessu. Svo er gott að tala um tilfinningar persónana og af hverju þeim líður svona. Svo er hérna rannsókn sem að sýnir hvað það skila miklum árangri að útskýra orð.
ef þú horfið þarna á rauðu línuna þá var verið að skoða það sem var lesið fyrir börn en orð voru ekki útskýrð og hversu mörg orð þau lærðu fyrir íhlutun og svo mánuði eftir og eftir íhlutun. Og þarna sér maður að þau læra miklu og bláa línan stendur fyrir það þegar það var lesið fyrir börn og það var orðin voru útskýrð. Þannig eins og þið sjáið þá læra börn miklu fleiri orð þegar orðin eru útskýrð á meðan það er lesið. Það var ekkert verið að spurja þau, orðin voru bara útskýrð. Þannig vonandi er þetta skiljanlegt hjá mér. Svo aðeins spurningar þegar þið eru að lesa fyrir börn og bara svona almennt. Það er betra að nota svona ályktunarspurningar og ályktunarspurningar þær ýta undir lesskilning. Börn sem eru með góða ályktunarhæfni eru með betri lesskilning til framtíðar. Rannsóknir sýna þetta. Efstu 3 spurningar þarna sem ég er með þessa feitletriði, það eru svona einföldustu spurningar. Það er alveg hægt að spurja börn allt niður í 3 ára svona spurninga. Hvernig heldur þú að sögupersónan líði núna? Hvað vill hún eða hverju leitar hún eftir og hvað er vandamál? Svo er fleiri spurningar eins og af hverju heldur þú að, hvernig verður þetta að leysa þetta, af hverju gerði hann þetta, hvað vill hann, hverju leitast hann eftir, hvað heldur það gerist næst. Þetta eru rosalega góða spurningar, betri heldur en svona spurningar, þessar beinu spurningar, hvað er þarna, hverju heldur hún á, bara svona, ekkert sérstaklega skemmtilegar og skila ekki eins góðum árangur. Svo er langaðum bara að vekja athygli á þessu, ég ætla ekki að fara eitthvað djúpt í þetta, þetta er svona samskiptahringur sem að Harpa Kristín og Helga Þórey, á Selfossi leikskólakennarar, sérkennslustjóri og deildarstjóri, voru að prófa sig áfram með skráningar og samskipti við börn. Það var svolítið að skrá, þá skrá allir starfsmenn á deildinni, þú ert miðjan þarna í hringnum, bláa, þú skráir hversu mikið þú ert að tala við barnið yfir daginn. Og þetta gera allir starfsmenn á deildinni, svo það kemur kannski ljós að Jói, hann er alltaf út í jaðrinum hjá öllum starfsmennum. Þá þarf eitthvað að fara að skoða. Við þurfum að bæta okkur í því að tala meira við Jóa. Hann er að fá allt og lítið af samskiptum hjá okkur. Þetta er rosalega gagnlegt og gott að gera þetta. Að bera saman. Og þarna er líka hægt að sjá hvernig samskiptum barnanna innan barnahópsins er háttað. Og það er þetta að veita aðstoð kannski til að eignast félaga. Svo er aðferðin gefðu 10. Það er aðferð þar sem er verið að reyna að auka samræði og samskipti við fjölding börn, en þetta getur líka hentað mjög vel börnum með málþroska frávik. Og þá eru fullorðnir að tala meira frumkvæði, sem starfsmenn á deildinni eru að nota, þeir eru meira að tala við börnin sem eru með málþroska frávik eða tvítunga, því oft eru þau ekki að leitast eftir samskiptum við ykkur. Börnin sem eru að tala mest við ykkur yfir daginn eru líklega börnin sem þurfa minnst á því að halda. Það eru börnin sem eru með góðan málþroska, alltaf að koma til eitthvað og segja ykkur eitthvað. Þess vegna eru þau að fá svona mikla æfingu líka í tali. Þau eru alltaf að koma að tala við ykkur. En börnin sem eru með slagan málþroska, þau eru síður að koma og segja ykkur frá ykkur. Þannig að þetta er svona samskipti leiða af sér samskipti. Mjög mikilvægt fyrir ykkur að hafa þetta í huga og ég mæli með að kynna sér þessa aðferð betur af því hún er alveg frábær. Svo í lokin, þá langar mig bara að koma með svona hugmyndir af málurunarefni sem eru auðvitað bara brot því sem til er, en þetta er bara svona sem ég myndi eftir í fljótu bragði, svona mestmegnis íslenskt efni, virkilega flott efni, af því að þið sem leikskólastarfsmenn spilið mjög stórt hlutverk í máltöku barna í leikskóla. Og bara gangi ykkur vel.